Ferðalagið. Komið sæl, það var bjart og fallegt veður víðast hvar á landinu í dag. Hiti fór í 16 stig á nokkrum veðurathugunarstöðum á vestanverðu landinu, sérstaklega í Borgarfirði, en við eigum nú eftir að sjá hámarkshitann svona lækka jafnt og þétt næstu daga. Það sjáum við hér á yfirlitskortinu að það er svona víðáttu mikil lægð sem hefur verið hringsólandi suður í hafi. Hún er ennþá þarna en skilin trosna upp áður en að þau ná til okkar. Þau hins vegar ná hér yfir til Írlands og Bretlandseyja og koma til með að valda einhverjum skúraleiðingum eða rigningu á þeim slóðum. Á hitasviðskortinu sjáum við hvað veldur því að hámarkshitinn á eftir að lækka. Það er svona, eigum við að segja, hret í uppsiglingu. Það byrjar ansi kaldur hjá okkur í júnímánuður og við sjáum að við fáum heimskautaloft hér yfir landið sem teygir sig svo líka suður fyrir Ísland og á svona allavega yfir Noreg og jafnvel yfir Skandinavíu. Þetta er svona í kortunum fyrir byrjun næstu viku. Hiti á láglendi verður nú líklega yfir frostmarki yfir hádaginn næstu daga á landinu öllu, þá líka á norðan austanverðu landinu, en við sjáum þessa bláu liti þeir svona aðeins dreifa sér hér á austanvert landið yfir nóttina bæði í nótt og aðra nótt og það má alveg búast við því að það verði næturfrost allvíða á austurhelmingi landsins. Í fyrramálið er útlit fyrir hæga breytileg átt, það er svona hafgola má segja við norðurströndina en það er útlit fyrir nokkuð bjartviðri, þó síst kannski á austanverðu landinu. Það byrjar á því að vera skýjað hér svona vestan til á landinu en léttir svo smám saman til þegar líða tekur á daginn. Við sjáum að þetta kort gildir síðdegis á morgun, hiti ætti að ná svona 5 gráðum í þokuloftinu hér á Annesjum á norðan og norðaustanverðu landinu. Annars staðar þar sem að sólin nær að hita upp, þar gæti þetta nú verið alveg 10 til 15 stig eitthvað svoleiðis. Á mánudaginn þá heldur nú áfram að kólna, áttin er orðin svolítið norðlægari og það er áfram skýjað við norðaustur hornið. Það er útlit fyrir að geti alveg verið einhver smá slydda eða snjókoma inn til landsins allra nyrst á landinu. Og allra nyrst á landinu sem sagt á mánudag og líka þriðjudag en bæði á morgun og mánudaginn þá eru einhverjar skúraleiðingar hér allra syðst á landinu. Það má sjá þessu korti sem að gildir á þriðjudaginn að það er nú svona nokkuð þétt á milli þrýstigina hér austur af landinu. Það er eins og aðalstrengurinn ætla að fara austur af landinu en við fáum nú samt svona einhverja 8 til 10 metra á sekúndu líklega inn á land í þessari norðanátt sem að ber það með sér heimskautaloftið gæti verið einhver éljagangur eða slydduél með norðurströndinu á norðaustanverðu landinu en skúrir hér allra syðst eins og við sjáum á þessum bláu flekkjum. Annars staðar ætti að sjást þokkalega vel til sólar en hitastigið verður nú ekki mjög beysið þessa daga. Það er nú svipað að sögu að segja af miðvikudeginum. Það er bjartviðri allvíða á sunnan og vestanverðu landinu en einhver slydduél eða jafnvel él á norðausturhorninu. Ef við bregðum okkur aðeins til meginlands Evrópu þá sjáum við það nú svona fremur hlýtt orðið til dæmis í mið- og austur Evrópu. Það er þó rigning í Róm og einnig í Palermo. Við sjáum síðan eftir því sem við förum til vesturs og yfir til Íberíuskagans að þá léttir nú til og hlýnar talsvert. Hitinn er víða 20 til 30 gráður á þessum slóðum og sést til sólar á öllum þessum helstu ferðamannastöðum til dæmis á Spáni og Portúgal. Í Norður-Ameríku er áfram stormasamt á sléttunum, Missouri liggur undir þar núna. Það er líka einhver smá úrkoma við vesturströndina en bjartviðri í eyðimörkinni. En við sjáum semst að það er áframhaldandi norðlæg eða breytileg átt hjá okkur á morgun fer smám saman kólnandi en líklega þurrt í flestum landshlutum lengst af á morgun. Verið sæl.